frábær staðið okkur síðan fór allt í vaskinn á 10 mínútum. Hvað gerðist þeirra? Já, góð spurning. Eins og segir, þessar 10 mínútur, þær fóru bara út af veður og vind og þeir refsu okkur illilega. Það sem gerist að við erum ekki nógu nálægt mönnum og við töfum einvíðan okkur og við spilum þetta bara kolvitlaust þegar við komumst 2-0 undir. Þegar við komumst 2-0 yfir, þannig að spilamennskjan og grimmdin hafa bara ekki verið nógu mikil. Þið virðist aldrei missa hausinn því að þið skapið ykkur ekkert rosalega mikið í seinni hálfleik eftir að hafa lent undir. Já, talandi um að missa hausinn, ég geti komið 1000 afsakanir fyrir því okkur við vinnum ekki leik en jú, við vorum með leikinn algjörlega í okkar höndum og ekki neitt að gerast á þeim. Við skapaði ekkert í fyrri hálfleik og þeir voru ekki að gera bara neitt og já, svo kemur þessi 10 mínútur kafli, þeir skoru úr eftir aumingjaskapið okkar því við erum ekki einbeittir og svo kemur bara annað og eftir það náttúrulega liggja þeir bara niður skiljanlega og leyfa okkur að koma og við vorum ekki nógu frískir eða nógu góðir til þess að gera neitt að viti eftir það. Urðu þið eitthvað stressaðir eftir að þeir komist yfir eða fannst þið það? Nei, maður var ekki stressaður þegar maður kemst undir í leik. Það var það bara að vinna sig aftur upp en við vorum ekki nógu góðir að vinna okkur aftur upp. Þannig ég get ekki verið sammála um það að vorum stressaðir. Ég held að aðalega málega vorum ekki nógu orkumiklir og ekki nógu góðir til þess að vinna. Satt á leikurinn 15 kannski eitthvað í ykkur þannig í seinni hálfleik? Ég get talið það afsakanir endalaust en ég er ekki til að koma með fleiri afsakanir. Til að segja kannski ykkur ástæðan okkur við töpum sem ég er ekki alveg 100% viss á en það er hægt að finna nógu afsakanum og við þurfum bara að gera betur. Svo þið farið bara út núna eða ekki og leikur á 5. Þetta hefur þetta eitthvað áhrif á undirbúningi fyrir þann leik? Nei, við förum út á 3. og það hefur engin áhrif á undirbúningi fyrir það. Við þurfum bara að vinna með 2 í þeim leik og við gátum ekki unnið þennan leik í dag eftir tap í þeim leik. Þannig að kemur í ljós hvort að menn ætla að eyðileggja Evrópudeildina líka eftir bikarinn. En ég hef trú á því að við vinnum þann leik og menn koma alltaf dýrvillisir í þann leik. Ég vona allavega að svo verði. Af því það er stökkpallur fyrir okkur og við ætlum að vinna með 2 þar.